sit hér á hótelinu og bíð eftir því að fá herbergið. Bæði klukkan 3, hún er líka 1:30 núna. Notaði tímann til þess að aðeins að mynda hér í kring og svo þegar ég er búinn að koma fyrir þá líklega tekur maður það rólega svona fram á morgundaginn og finnir sér eitthvað matsölustað til að eta á. Þetta lítur allt vel út, ekkert nema gott þetta að segja. En ferðasagan kemur seinna. Ég er á leiðinni niður í Albertstock til að skoða bílasafnið. Alveg viss hvað það er. Ég veit ekki hvort ég sjái þetta miklu hjól þarna. Jú, maður kannski kíkir í það ef maður þorir. Þetta er alveg svakaleg hæð á þessu. Jæja, bílasafnið fundið. Það er hérna á bak við mig. Þannig að maður komst allavega á þá leið. Er ekki rétt aðeins að kíkja á það og sjá svona hvað það hefur að bjóða. Jæja, ágæta fólk. Ég er staddur hérna í Liverpool og er á leiðinni á bílasafnið. Tók svona smá krók til að fara hérna og skoða bryggjurnar eins og maður gerir núna. Það er kalt úti núna, maður er alveg kappklæddur og kom mér hérna í skjól undir vegg til þess að geta sagt eitthvað. Til að heyrist ekkert nema vindurinn í míkrafónunum. En það er bara alveg fyrirgefið, það er hérna bílasafnið næst. Ég ætla að kíkja á það. Sjáumst á eftir. Var að koma út af bílasafninu og þegar ég kom hérna að þá mátti ég nú ekki fara inn og það mátti enginn fara inn, allt fólki var fyrir utan. Það er sennilega verið einhver eldur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var. En svo fórum við inn og sá fullt af myndum sem ég tók og þetta var bara gaman. Gaman að lifa söguna með þessum hætti aftur sem maður þekkir svo vel og hefur þekkt frá því að maður var barn. En hér var þetta allt sem þetta gerðist. Og það er ekki allt búið enn, það er meira eftir. Hér beint á móti mér er þessi margfrægi Cavern-klúbbur sem sagt er að allt þetta bítladæmi hafi byrjað. Þarna sýnist mér komin mynd af John Lennon sem er svona hérna aðalsprautunum þarna eins og við vitum. En þetta er nú hérna á þessu litla stað verðist þetta alltaf byrjað á sínum tíma og sem segir okkur það að allt byrjar á einhverjum stað. Skoðum inn. Ágætu vinir, við erum ennþá hérna á Penny Lane strautinu. Ég er hérna við garð sem heitir Octopus Garden. Við munum eftir lagi Ringo Starr sem hann er með á Abbey Road plötu Beatlana sem er síðasta plata Beatlana og er eina lagið held ég sem hann á Beatla-plötunum og þessi garður hérna heitir eftir þessu nafni. Hvort hann tengist söngnu þekki ég ekki en allavega er nafnið það sama og við erum akkurat stödd í þessum Octopus garði. Þetta er nú ekki stór garður og kannski ekkert merkilegur nema fyrir það ef svo skildi vera að þetta lag sé svona tilengað þessu. Það er allt merkilegt sem Beatlarnir gerðu. Það hefur nú sagan sagt okkur. Jæja, gott fólk. Þá erum við stödd hérna niður á þar sem að Beatla faratækið fer borgina
Og ég einmitt að fara í einn svona túr, 2 tíma túr, var mér sagt, sem skilst að endi við Cavern-klúbbinn. Og mér var líka sagt að það var 10 mínútna gangur þaðan og heim til mín. Það gæti nú orðið 3 tímar ef allt væri eins og hefur farið. I'll tell you about that tour back on the bus, but this is by far the most important house in the history of rock and roll music. Ágætu vinir, komin ég úr einum túrnum í viðbót og það svolítið kalt úti ennþá en það ágætis veður, eða fínt veður endar. Ég skellti mér í siglingu með bátnum sem býður upp á ferðir og þetta virðist nú líka vera svona einhver áætlunarbátur sem flytur fólk á milli staða en gefinn kostur á að auðvitað skoða í leiðinni. Það var alveg fullur bátur af fólki sem fólk fór borð, 100 eða ég veit ekki hvað það var margt fólk og hellingur af fólki og þetta var gaman. Það tók myndir til hægri og vinstri eins og gengur og gerist í þessu og svo kom í ljós mér til skelfingar að batteri í vélni var að vera búið og ég var ekki með neitt auka batteri en það kláraðist ekki fyrir ferðinni lauk og gleðifrétt nú í þessu öllu saman. Þetta í fyrsta skipti í dag sem ég rata gangandi heim. Hafði ekki gengið alveg þrautalaust að rata en það allavega komið núna. Þetta tekur allt sinn tíma, það málið með svona ferðir, þetta tekur allt sinn tíma átta sig á staðháttum, þannig að menn skuli vita það bara gefa sér allan tíma sem þarf. En þessi dagur eins og allir hinir dagarnir voru góðir og var góður og ég alsæll með það sem ég að gera. Sjangasettur með framhaldið af þessu allt saman. Já, ágætu vinir, það ætti ég að fá mér smá göngutúr. Labbaði eftir götunni sem liggur frá hótelinu sem ég á. Þetta svona bara ósköpennilegar götur sem fólk býr á en úr því að meira á þessu ferðalagi það sjálfsagt að taka bara með sér eins mikið af einhverju sem maður getur fengið því að bara hvort ég hérna á þessum stað, líklega kemur maður ekki aftur á maður ekki von á allavega, en þetta búið að vera bara mjög fínt. Það var gaman, en þetta tekur allt sinn enda og maður kemur heim á endanum, ekki? Já, ágæta fólk. Ég stend hérna fyrir framan húsið sem að Paul McCartney bjó í og þetta við síðasta heimilan sem að var í Liverpool. Hvað lengi hann bjó hérna, ég veit ekki það, en ég ákveð mörgum stöðum hann hefur búið í Liverpool, þekki ég ekki heldur. En hérna var hann, hann að fara í hérna 64 eitthvað svoleiðis. En þetta hús hérna partur af þessari ágætu sögu, rocksögu og Beatles-sögu. Hér hann ein aðalsprautan sem að bjóð þetta allt saman til, Paul McCartney, sem við dáum svo mjög og eignað svo mikið af fallegum söngum frá. Þetta eru miklu menn sem að gefa okkur mikið og við erum þakklátt.